Í miðbænum á Akureyri leynast margar perlur. Ein þeirra í bakhúsi í Brekkugötunni þar sem áður var galleri Hvítspói en hýsir nú nýja jóga- og gongsetrið Óm. Mér vantaði sal á Akureyri til að kenna. Ég vildi vera nær fólki og vera innanbær. Ég verið að kenna eins og í sveit í 2 ár og þá voru sumir sem að tímdi ekki að keyra alla leið og hefði ekki tíma til og það vinnu öðru. Þannig, og mér vantar líka stað til að kenna unglingum. Ég kenni svona cirka 80 unglingum á viku í skólavali á Akureyri. Þannig að þau munu að fá að koma hingað í vetur og upplifa svona aðeins raunsannari jógastemmingu. Þessi staðsetning í miðbænum á Akureyri, hún tilviljun? Já, þetta tækifæri bauðst í júní. Ég fekk skilaboð og kona sem ég þekki sem hafði heyrt af áhuga minn að hafa húsnæði, hún sendir skilaboð hvort ég viti koma að skoða húsnæði. Ég þekki hana vel, hana Önnu Gunnars listakonu í Hvítspói og ég fer að rýma og segja já á staðnum, þannig að hér erum við. Og þið eruð 4 sem eru þá að kenna og hvað ætlið að kenna? Ég verð með jógaflæði og djúpslökun og mun vera með gongslökun eins og undanfarin ár, það mín sérhæfing og kenna á gong hérna. Þetta gongsetur, íslensk gongsetur í samstarfi við gongframleiðendur í Þýskalandi og ég vil líka með jóga nýtra og hugleiðslu og krakkajóga byrjar í september. Það var yndislegt. Og svo verður Árný, hún var hérna með, hvað ætlar að kenna Árný? Ég verð að kenna bæði restorativ jóga og iyengar jóga. Og restorativ jóga í raun og veru hvíldar og slökunar jóga. Þannig að við erum ekkert endilega að fara að reyna neitt mikið á okkur, heldur bara njóta þess að koma inn í kyrrðina saman. Og við gerum ákveðnar æfingar og notum til þess púða og teppi og gerum þetta svolítið kósí. Og hvenær dags verður með þetta? Seinni partana á mánudögum og miðvikudögum klukkan 17:30 til 18:15, já. Og svo líka iyengar jóga verður á laugardögum. Já, það er á laugardagsmorgnum. Klukkan 11, já. Hvernig jóga það? Það er bara þetta svona hefðbundna jóga. Nema Iyengar sagði alltaf að allir eiga að geta gert jóga. Þannig að hann komið þá nálgun á sínum tíma að notast við svona props og kölluð eða svona ekki beint hjálpatæki en þannig að á hver og einn að geta komið í jóga sama hvar hann stattur í líkama sínu og lífi. Þannig að hann þarf ekkert að vera fitt og flottur eins og jógaheimur stundum auglýsir, heldur bara að koma og njóta og taka sér sinn tíma. Hvað ætlað þú að bjóða upp á? Ég ætla að kenna jóga nýtra sem djúpslökun og það sem að líkaminn nánast sefur en við höldum okkur vakandi. Þannig þetta svona virkslökun. Þannig en svo ég reynda með sama grunn og Árný, við lærðum saman þessa jóga undir iyengar hefðinni. Þannig að ég líka hefðbundin jógakennari. En jóga nýtra þá erum við ekki að gera neinar hefðbundnar stöður, við bara liggjum út af í slökun og látum kennaran leiða okkur í slökunina, í djúpa slökun. Anthony kennir Qigong sem eru mörg þúsund ára gamlar kínverskar orkuæfingar sem sameina hreyfingu, öndun og einbeitingu. Þær voru upphaflega þróaðar af kínverskum læknum. Hann segir æfingarnar henta þeim sem glíma við stoðkerfisvanda, háan blóðþrýsting, stress, gigt og fleira. Og þá Qigong ekki síður gott fyrir fólk með athyglisbrest. Hann segir að þessi aðferð hafi gjörbreytt sínu lífi og nú kenna hann Qigong allan heim. There are philosophy behind yin and yang and man and woman, but it's really simple somehow. But it have in the posture when the tension that exists in mental psychology, then it's released in the body and then we feel a lot the difference in everyday's life. Arnbjörg segir að fólk þyrsti í dag í að geta slakað á og ekki síst að efla heilsuna. Ég byrjaði fyrr en ég áætlaði í seinustu viku til að ná að halda fyrsta námskeið og það fyrir fylltist og ég þurfti að bæta þeirra við. En allt í einu kom í 2 hópa og það sagði mér bara að fólk væri tilbúið til að taka nýja hluti til vellíðunar
nýja náttúrulega hluti og sem forvörð líka að hlúa fyrr að líkamannum heldur en þegar allt var að vera stopp og of mikið stress og jóga er lífstíll, hugleiðsla og slökun er lífstíll og við erum alltaf að leggja inn í bankan fyrir heilsun okkar og það er ástæða fyrir ég vil halda mig nálægt þessum fræðum því að það gefur mig mikið innri styrk og frið að takast á hvað sem er. Þú nefndir þetta með unglinga, þú var að kenna hér á Akureyri í skólanum. Hvers vegna er það mikilvægt að unglingar og ungt fólk kynnist þessum fræðum? Mér finnst mikilvægt fyrir unga manneski að efla sjálfsmyndina á heilbrigðan hátt í gegnum innri styrkingu en ekki utanaðkomandi þætti sem þú veist ekki hverjir eru til að búa til sjálfsmyndina þína. Mér langar að gera ungt fólk sterkt og skapandi og heilbrigt og kröftugt og þannig að þau fái notið góðs lífs og velji viturlega fyrir sig og sína. Við viljum koma á framfæri að þetta skipta okkur miklu máli hvert handtak þannig að það þarf þorp til eitt stykki Akureyri til að gera svona stað.